Góðan dag, kæru sveitarstjórnarfulltrúar og áhorfendur. Velkomin til fundar í sveitarstjórn Borgarbyggðar númer 260 og ég segi fund hér með settan. Til fundarins eru mættir aðalmenn Davíð Sigurðsson, Eva Margrét Jónudóttir, Eðvar Ólafur Traustason fjarverandi, inn í stað hans situr fundinn Þorsteinn Eyþórsson. Telma Dögg Harðardóttir fjarverandi, en í stað hennar situr fundinn Brynja Þorsteinsdóttir. Sigurður Guðmundsson, Sigrún Ólafsdóttir, Ragnhildur Eva Jónsdóttir, Bjarni Láradóttir Bjarnadóttir, Stefán Broddi Guðjónsson og Lilja Björg Ágústsdóttir eru hér og fundargerð Lilja Björg Ágústsdóttir, sviðsstjóri fjármála og stjórnsýslusviðs rita. Forseti óskar eftir að gera smávægilegar breytingar frá auglýstri dagskrá. Þess efnis að einum lið verði bætt við og hann ber heiti Borgarbraut 55, breyting á deiluskipulagi með málsnúmeri 2408-235 og kemur undir 17. lið á dagskrá. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja þessa breytingu á dagskráni að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. En þá okkur ekkert að vanbúnaði að ganga til dagskrár og fyrsti liður af dagskrá venju samkvæmt skýrsla sveitarstjóra og biðji Stefán Brodda Guðjónsson að koma hér í pontu. Gjörðu svo vel, Stefán. Já, forseti, sveitarstjórn og aðrir kærir áhorfendur, gleðilegt nýtt ár. Nú ný ríkisstjórn tekin við og ég vil byrja á ósk henni alls hins besta og nýkjörnu þingi. Það var greiðlega mikil endurnýjun á nýju þingi eða á þingi í síðustu kosningum og ekki síst í þingmannalið okkar kjördæmis og ég hlakka bara til samstarfs við nýja þingmenn og óskaðum alls hins besta í að vinna að hagsmunum kjördæmisins og okkar svæðis og reynda búin að taka þó nokkuð símtöl við nýja þingmenn. Frá því að kosningu lauk og ég hlakka bara til þess að eiga árangursríkt samstarf og ég veit að öll sveitarstjórn deilir því. Nú skulum byrja á bara jarðhræringum við Grjótárvatn. Í hvað þær jarðhræringar varðar þá vil ég bara nefna það á þessu vettvangi að við höfum svona í þeim samskiptum sem við höfum átt við alla aðila sem við höfum átt samskipt við í tengslum við þær jarðhræringar að við erum að leggja áherslu á mikilvægi vöktunar og þannig að upplýsingar séu ávallt eins góðar og hægt og ef að hluti nú undir einhverjum kringumstæðum skyldu þróast á versta veg þá sé hægt að koma skilaboðum til skila til íbúa, vegfarenda og alla þær sem hagsmuna gæta eiga á svæðinu þar sem að ræða. Það fundur í almannavarnanefnd Vesturlands framundan. Þar sitja fulltrúar allra sveitarfélaga á Vesturlandi og á þann fund munu koma sérfræðingar í náttúruvá. Við höfum átt nýverið fundi með Mílu og Veðurstofunni og fleirum, búin að koma skilaboðum til neðarlínunar og auðvitað við átt einhver leyti svona samtali gegnum fjölmiðla þar sem við erum að koma á mikilvægi, koma skilaboðum til skila mikilvægi þess að styrkja fjarskiptasambandið og ég vona að það leiði til þess að það verði fjölgun á sendum og í raun og veru það verði og að fjarskiptasamband verði styrkt. Nú skal viðurkenna að þegar ég settist í stól sveitarstjóra sumarið 2022 þá átti ég ekki endilega von á því að ég ætti eftir að fá símtal frá fjölmiðlum snemma morguns svona á sunnudegi viðbragð við jarðhræringum í sveitarfélaginu. En á Íslandi þá þekkjum við það að við útilokum ekki neitt þegar kemur á jörðinu og náttúrunni. Í júní í fyrra voru til dæmis 50 ár liðin frá því að mjög stórir skjálftar riðu yfir með miklum krafti í Þverárhlíð og Hvítársíðu, ollu miklum skemmdum á mannvirkjum og breytingum í náttúru, til að mynda á jarðhita. En Borgarbyggð nær auðvitað yfir mjög stórt landsvæði, sem nær yfir 5% af flatarmáli Íslands og ég reyndar efast að til sé það náttúrufyrirbæri í íslenskri náttúru að það sé ekki einnig til í Borgarbyggð. Já, og í gær mistum við mannvirki, talandi náttúruna. Síkisprófin fór í vatnavöxtum og Klakaröngli. Sárt að sjá eftir bráðabirgðabrúnni. Ég held reyndar í öllum samt að sjá eftir brúm, ekki síst vegna þess að ég tel nú að í öllum skilningi þess orðs segjum við að helst að vera að byggja brýr og styrkja brýr á milli fólks og byggðarlaga. En
En auðvitað leiðum maður svekki sig á því að það hafi verið þarna ráðist í framkvæmdir bráðabirgða. Ég vonum að þær standi lengur en þarna var. Þá er það oft þannig að það er oft betra að fara í framkvæmdir og bráðabirgða framkvæmdir en að fá yfir höfuð ekkert fé til framkvæmda. Þannig að þarna, svona fór sem fór í þessu tilviki og við vonum bara að ráðist verið sem fyrst í endurbætur og uppbyggingu til langframa. Nú fyrir utan mikilvægi þess að íbúar komast leiðar sinnar, svo sem í og úr vinnu, þá erum við svona í sveitarfélaginu að skoða áhrif á leiðakerfi fyrir skólaakstur, snjómokstursleiðir og sorpbrennslu sem dæmi, sem auðvitað þjónn þar sem við veitum okkar íbúum. Og svona fyrstu viðbrögðu eftir að kanna málið, þá held ég að vera ekki, ég held að myndi ekki hafa svona ekki, þetta er eitthvað sem við munum geta laga okkur að og erum að vinna í. Þannig að það er svona eitthvað sem við þurfum að huga að. Nú svona bara nefna á þessum vettvangi að annars konar áföll hafa líka tekið frá okkur tíma. Nú Borgarbyggð eins og líklega meirihluti sveitarfélaga á Íslandi í viðskiptum við fyrirtæki sem heitir Væs hýsingu gagna af einhverju tagi. Nú eins og kom fram í fjölmiðlum þá var Væs fyrir netárás jólin eða rétt fyrir jólin, bara það bil sem starfsfólk þess félags og reyndar flest starfsfólk á Íslandi var svona bara að kveðja sem vinnustað fyrir jólin. Þá urðu þeir fyrir netárás frá alþjóðlegum glæpahóp þar sem að sótt var að gögnum sem að Væs að hýsa. Og eins og ég segi, Borgarbyggð eins og meirihluti annarra sveitarfélaga á Íslandi í viðskiptum þarna og við höfum verið í samskiptum við Væs svona í gegnum vettvang sveitarfélaga í að meta og bregðast við og meta áhrifin og Væs að upplýsa sveitarfélögin. Það er svona komast mynd á hvað gerðist og við erum að bregðast við og það er auðvitað alltaf ónotalegt og leið þá er þetta í einhverju leyti svona í takti við bara það sem er að gerast í heiminum og auðvitað á maður ekki neinum kringumstæð að vera eitthvað værukær vegna þess að þetta gerist í heiminum en þetta er því miður bara að gerast og að stór fyrirtæki og stofnanir verða fyrir netárásum af einhverju tagi. Og það eru 3 ár síðan, 4 ár síðan, síðast var unnin svona greining á upplýsingatækni og upplýsingatækni þörf og öryggismálum og fleira hjá okkur í Borgarbyggð. Þannig að við erum í raun að fara í slíka vinnu, við erum lögð á staði í að fara í slíka vinnu. Þar verða þá netöryggismál undir eins og önnur upplýsingatækni. Nú, það eru tímamót hér í byrjun árs þegar samningur við Ístak var undirritaður nýtt knatthús. Nú þar komin vinna svona eins og kom fram á svona fyrstu fundum með verktakanum og eftirlitsaðila. Þá er Ístak komið vel á veg við að hanna húsið og við erum nú að láta hanna aðkomuveg. Við tökum þau skilaboð alvarlega að við verðum að láta öryggismál vera þar í öndvegi. Og á morgun mun hittast hópur skipaða fulltrúum sveitarfélagsins, Grunnskólans í Borgarnesi, verkeftirlitsaðila og lögreglunnar sem hefur það hlutverk að reyna að útfæra góða leið með tilliti til öryggis. Nú, svona varandi svona fyrstu skref, hvað er tímaramma framkvæmdarinnar, þá í lok mars ætlunin að hefja vinnu við undirstöður hússins, en til að tryggja stöðu hússins ætlunin að negla niður rúmlega, þetta eru liðlega 120 staurar sýnist mér, sem telst stendur að setja niður og hverjum sig að þeir sem lengst ná niður mun ná eitthvað niður á bilinu 20-25 metra skilst mér og aðrir styttra þá til þess að ná niður á fast. Þannig að það munust nokkuð stór og þung hamarshögg fylgja þeirri vinnu þannig að íbúar verða undirbúnir undir það. En það þýðir þá líka að það eru framkvæmdir og verkefni í gangi þannig að vonandi umber fólk og sýnir þessu bara skilning. Það eru mikið spurt þetta og fólk hefur velt fyrir sig þessari lausn, það er svona stauralausn í að tryggja festu og þá hafði okkar ráðgjafa bent á, þetta er alþekkt í löndum þar sem bæði hér og síðan alþekkt í löndum þar sem uppfyllingar eru bara þar sem að vera byggja upp á landfyllingum og uppfyllingum og bara Danmörk þetta bara mjög gott dæmi það. Þannig að þessi aðferð ætti hafa verið fullreynd víða heim. En auðvitað kostar þetta pening og aðra framkvæmdir kostar þetta líka pening sem við erum að ráðast í. Við erum þessa dagana í samtölum við fjármálafyrirtæki fyrirkomulag lántöku. Við kláruðum stórt framkvæmdaár 2024, líklegt stærsta framkvæmdaár í allmörg ár og við vorum í raun og það vel sveitt sett hvað varðandi laust fé í upphaf árs og svona fjárstreymi á árinu að við komumst hjá því að sækja okkur lánsfé á liðnu ári. En nú horfum við fram á það að taka framkvæmdalán fyrsta kastið. Svona eins og við sjáum þetta, síðan verður
þá fest langtíma fjármögnun, en þetta þetta vinna sem að verður kynnt síðan betur og eins og lántaka fer síðan auðvitað fyrir umræðu og staðfestingu í sveitarstjórn. Nú orkumálin með hugleikinn og hér í þessu sveitarfélagi auðvitað mörgu haldið framvarandi orkumálin. Ég leyfi mér að skrifa svona stutta grein í upphaf árs það sem mér finnst skipta máli og einhver leyti líka til þess að sjá hverju að íbúar átti sjá því hvaða sjónarmiðum ég hef allavega leyft mér að halda á lofti í samskipti við alla þá sem allavega aðila sem hafa með orkumál að gera. Nú varðandi mál sem mikið í umræðinni, þá mikilvægt að framkomi að endanleg útfærsla á Holtavörðuheiðarlínu hefur ekki verið tekin til afgreiðslu í sveitarstjórn Borgarbyggðar og í raun og veru það samtalið enn í gangi og með síðustu upplýsingar frá Landsneti þá næsta skref þar beint samtal við landeigendur á hverjum stað. Varðandi vindorkuna, þá liggur fyrir að í vinnslutillögu á nýju aðalskipulagi þá verði ekki Borgarbyggðar, þá verði ekki teknar til umfjöllunartillögur að vindorku veri nema það verið þá innan nýtingarflokks rammaáætlunar og svona almennt málaflokkin. Þannig auðvitað maður svolítið að beina spjótunum að ríkinu. Ríkið þarf auðvitað bara ákveða þann ramma sem á að vera utan þennan málaflokk. Og það þá lykilatriði í mínum huga að uppbygging orkumannvirkja í sveitarfélaginu skila ávinningi fyrir nærumhverfið og í nærumhverfinu og það auðvitað bæði við landeigendur og sveitarfélagið og samfélagið í heild sinni. Slík mál gildir löggjöf en hún að mínu mati þarfnast endurskoðunar og kannski ekki alveg fullnægjandi á mínu viti og en við þurfum að vinna undir þeim lagaramma sem til en ég hvet nýtt þing til þess að halda áfram vinnu sem hann var á liðnu kjörtímabili að skapa nýjan og endurbæta lagaramman þessi mál. Nú land sem nýtist til orkuframleiðslu eða flutnings auðlind að mínu mati og mat á virði þarf að endurspegla það. Við þurfum að því að halda að skapa verðmæti bæði í okkar samfélagi hér í Borgarbyggð og á Íslandi í heild og með tilliti til bara mannlífs, umhverfis, náttúruverndar og svo framvegis. En mikilvægt að öll þau verðmæti skili sér verði eftir með sanngjörnum hætti í samfélaginu og í því samfélagi sem verður mest fyrir áhrifum af því þá. Nú, gjaldskrár í sveitarfélaginu, gjaldskrár sveitarfélagsins hafa víða aðeins breyst núna í kjölfar áramóta. Við höfum svona reynt það og það hefur verið sjónarmið sem að sveitarstjórn hefur verið á einu máli með og bæði núna og í fyrra og svona undanförnum að horti þess að flestar gjaldskrár breytist minna heldur en sem nemur þróun verðlags á milli ára. Þannig að í raun og veru sé þá ekki raunhækkun heldur raunlækkun á gjaldskrám sveitarfélagsins. Sums staðar höfum við að þú þarft að gera nokkur stórtækar breytingar, þá til dæmis við íþróttamiðstöðvar. Þar má kannski best biðja fólk að hafa það í huga að eitt af þessum sveitarfélög að horfa til þar að það liggur mikil fjárfesting í mannvirkjum og sú fjárfesting hefur að langmestu leyti verið greidd af skattheimtu af íbúum og þannig að í raun og veru sú gjald sem innheimt þau aldrei þannig að þau mæti kostnað sem hvorki við uppbyggingu né rekstur mannvirkjanna og svo við fengið þann úrskurð einnig að sveitarfélögum óheimilt að hafa mismunandi gjaldskrá til búsetu. Þannig að það okkur vandi á herðum og vandi á höndum ef við viljum sérstaklega stuðla að því að íbúar njóti góðs í gegnum þá gjald. En við höfum samt horft á það þá að stilla bara upp nokkuð ríflegum afslætti og ég vonum það sannarlega að sá afsláttur sem boðið eldri borgurum og öryrkjum og öllum þeim sem eru svona langtíma og stórnotendur að mannvirkjunum okkar að það dugi til þess að fólk mun ekki neita sér sundverð. Við vonum það. Við höfum það að stór hópur eldri borgara nú þegar í Janusarverkefninu. Ég held að það séu eitthvað 140 eldri íbúar sem eru þar og innifæli í því verkefni aðgangur í sund. Nú börn og unglingar að 18 ára aldri hafa svo fengið að gjöf heilsukort frá heilsueflandi samfélagi í Borgarbyggð sem veitir frían aðgang í sund og í rektina. Þannig að ég vona við verðum bara frískari og enn öflugri á sál og líkama á nýju ári en við vorum í fyrra, þó að við höfum síðan bara held ég vel sett hvað sveitarfélagið varðar og íbúa hér. En það var gaman að því að það var Íris Grönfeldt, íþróttafræðingur og svo þetta margt annað sem að afhenti kortin í grunnskólanum Borgarbyggðar og hún fékk sem kunnugt ég held að þau ekki bara gaman að segja að óskan til hamingju á þessu vettvangi. Fékk sem kunnugt fálka orðuna áramótin úr höndum forseta Íslands, innilega verðskuldað og við óskum svo hjartanlega til hamingju. Nú, ég vil vekja athygli á því
að á vef sveitarfélagsins vorum við að auglýsa eftir rekstraraðilum fyrir tjaldsvæðin 2 sem í eigu sveitarfélagsins sem eru Borgarnesi og Varmalandi. Borgarbyggð ekki að reka tjaldsvæði en óskum eftir rekstraraðilum. Ég held þessi mikil tækifæri að styrkja þau bæði tjaldsvæðin og þá starfsemi sem tengist tjaldsvæðinum þannig að þess vegna hefur við farið þá leið að auglýsa eftir rekstraraðilum að líta til hugmynda rekstraraðila varðandi uppbyggingu, styrkingu ferðaþjónustu á svæðinu í heild og auðvitað horfa líka til leiguverðs og samningstíma en þar erum við opin fyrir að semja til langs eða skamms tíma en kjarninn í okkar hugmyndum að þarna verði uppbygging á tjaldsvæðum sem til styrkinga fyrir ferðaþjónustuna í svæðinu og stuðla því að fleiri heimsæki sveitarfélagið okkar staldri lengur við og eigi enn ánægjulegra stundir í sveitarfélögunum okkar. Nú á fimmtudaginn næstu viku samráðsfundur boðaður með íbúum hér í Hjálmakletti. Þá að fara yfir stöðu sameiningar viðræðna Borgarbyggðar og Skorradalshrepps, hvet íbúa til þess að koma og taka þátt á fimmtudaginn næstu viku. Nú ég ætla bara að ljúka máli mínu með því að minnast á viðburð sem hér fór fram í gær í Hjálmakletti, tónleikar sem hér fóru fram og ég held að eftir þann viðburð og enn í dag maður bara meiri einhvern af svo mörgum ástæðum. Fyrsta lagi bara að sjá allt okkar frábæra tónlistarfólk koma fram og allt listafólk. Þannig að, og svo bara veit ég það og maður sá það svo glöggt að hvað svona viðburð varðar, þá þarf svo margar hendur að leggja á sig svo mikið ómælt starf til þess að halda svona viðburð. Svo þetta bara allur sá fjöldi sem kom í Hjálmaklett. Hér voru líklega milli 450 og 500 manns ef ég mér skjáttlaðist ekki. Og bara allir þeir öll gleðin og hlýju straumarnir sem að lékum húsið frá öllum þessum fjölda sem kom. Svo þetta framlögin sem fólk greiddi af hendi. Þar sem íbúar og fyrirtæki hafa verið tilbúin að leggja sitt af mörkum til að létta undir með fjölskyldu. Þar sem að örlögin hafa sett á herðar svona þungar byrðar. Og svo auðvitað hugsa vel til Birtu Bjarkar og auðvitað hennar heilsu og hennar fjölskyldu. Og við samfélag allt hér í Borgarbyggð og það var gaman að sjá það hvernig við öll sem eitt tókum okkur saman og óskum henni góðs bata og ég veit að hér að inni deila allir kærum kveðjum og batakveðjum til hennar og hennar fjölskyldu. Allavega ég var ekki einn það í gær að ganga hrærður með blik af tári í augum út úr Hjálmakletti í gær. En ég bara hlakka til góðs sveitarstjórnarfundar og lýk máli mínu að þessu sinni. Takk fyrir. Takk fyrir þessa efnismiklu og greinagóðu yfirferð, Stefán Broddi. Ég tek undir, það var bara einstakt að vera vitni af þessari samstöðu og þessum samhug sem var á tónleikum hér í gær og ég tek bara undir hlýja kveðju til Birtu og hennar fjölskyldu. En þá erum við komin að dagskrárlið númer 2 sem að ber heitið Skjalastefna Borgarbyggðar með málsnúmeri 2412-050. Og það afgreiðsla frá fundi Byggðarráðs Borgarbyggðar nr. 692 og þar segir í bókun Byggðarráð samþykki framlagða skjalastefnu og leggur fyrir sveitarstjórn til fullnaðarafgreiðslu. Byggðarráð fagnar þessu mikilvæga skrefi í átt að rafrænum skilum en Borgarbyggð meðal fyrstu sveitarfélaga sem skila rafrænum gögnum til miðstöðvar héraðsskjalasafna rafræna stjórnsýslu. Þetta var samþykkt samhljóða. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður þessu hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykki framlagða skjalastefnu og felur sveitarstjóra að birta stefnuna. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykki að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á dagskrárlið númer 3 sem ber heitið Hraunsás, umsókn deiluskipulag með málsnúmerið umsókn deiluskipulag 204514 með málsnúmerið 2411-033 og það afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar nr. 71. Skipulags- og byggingarnefnd sem fer með fullnaðarafgreiðsluvald sveitarstjórnar samkvæmt samþykktum stjórn Borgarbyggðar samþykki framlagða tillögu að deiluskipulagi til auglýsinga með þeim fyrirvara að sveitarstjórn samþykki aðalskipulagsbreytingu sem liggur deiluskipulaginu til grundvallar til auglýsingar. Lagður var fram uppdráttur og skýringaruppdráttur dagsettur 15.10.24 ásamt drögum að eldvarnar og rýmingakorti. Málsmeðferð verður samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010
Skipulags- og byggingarnefnd leggur til að málsaðili leggi fram tillögu að áfangaskiptingu framkvæmda í greinargerð deiliskipulagsins og þetta var samþykkt samhljóða og lagt fyrir sveitarstjórn samanber 6. grein viðauka 1.1 samþykktur stjórn Borgarbyggðar 12.13 frá 2020 með sömu breytingum. Rétt. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið og það enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykki framlaga tillögu að deiliskipulagi til auglýsingar. Lagður var fram uppdráttur og skýringauppdráttur dagsettur 15. október 2024 ásamt drögum að eldvarnar og rýmingakorti. Aðalskipulagsbreyting gerð samhliða. Málsmeðferð verður samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Sveitarstjórn tekur undir bókun skipulags- og byggingarnefndar að áfangaskipting framkvæmda verður lögð fram í greinargerð deiliskipulags og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 4. dagskrárlið hér í dag sem ber heitið Vindorkugarður á Hælsheiði, kynning matsáætlunar með málsnúmeru 2412-233 og það afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar nr. 72. En þar segir í bókun skipulags- og byggingarnefnd felur skipulagsfulltrúa að fullvinna umsögn kynningu á matsáætlun vegna Vindorkugarðs á Hælsheiði í Flókadal út frá þeim ábendingum umræðum sem komu fram á fundunum og vísa til endanlegrar afgreiðslu hjá sveitarstjórn. Og þetta var samþykkt samhljóða í nefndinni og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Davíð Sigurðsson hefur óskað eftir taka til máls. Gjörðu svo vel, Davíð. Já, forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég ætlaði nú bara svona rétt til nánari útskýringar því að maður hefur nú fengið ábendingar það að hlutir séu oft ekki alveg nógu skýrir í fundagerðu, að er að ræða beiðni umsögn matsáætlun fyrir umhverfismat á áætluðum Vindorkugarð á Hælsheiði. Þetta bara svo það mun ekki líta þannig út að sveitarstjórn hafi hér með samþykkt samhljóða að settur verði upp Vindorkugarður. En þetta bara lögbundinn ferill og þar sem að við erum sá leyfisveitandi sem að gæfi framkvæmdarleyfi fyrir þessari framkvæmd ef að virði að þá ætlast til af Skipulagsstofnun að við gefum umsögn þessa matsáætlun. Fleira var það ekki. Takk. Takk fyrir það, Davíð Sigurðsson. Alltaf betra að fá meiri upplýsingar heldur minni til þess að forðast misskilning. En orðið ennþá laust þennan dagskrárlið og það enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga að bókun. Sveitarstjórn staðfestir umsögn skipulags- og byggingarnefndar kynningu á matsáætlun vegna Vindorkugarðs á Hælsheiði í Flókadal og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. 5. liður á dagskrá hér í dag ber heitið Verkfallslistar 2025 með málsnúmeru 2412-011 og það afgreiðsla byggðaráðs frá fundi 692 og það lögð fram skrá yfir störf hjá Borgarbyggð sem sveitarfélagið til að falli undir 5. til 8. tölulið 19. grein laga nr. 94 frá 1986 kjarasamninga og opinberra starfsmanna. Framlögð skrá yfir störf hjá Borgarbyggð sem undanþegin eru verkfallsheimild. Sveitarstjóra farið að láta birta hana með auglýsingu í B-deild Stjórnartíðinda og þetta var samþykkt samhljóða. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir framlagða skrá yfir störf hjá Borgarbyggð sem falla undir 5. til 8. tölulið 19. grein laga nr. 94 frá 1986 kjarasamninga og opinberra starfsmanna. Ég bið það fulltrúa sem samþykkja að gefa merki og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 7. dagskrárliði hér í dag sem ber heitið beiðni umsögn, beiðni skipan raflínunefndar vegna Holtavörðuheiðarlínu 1 með málsnúmeri 2404-256 og það afgreiðsla byggðaráðs Borgarbyggðar frá fundi númer 692
Þar framlagt erindi frá innviðaráðuneytinu þar sem óskað eftir umsögn Borgarbyggðar nýja beiðni Landsnets skipan í raflínunefnd vegna Holtavörðuheiðarlínu 1. Byggðarráð tók á fundi nr. 669 dagsettan 2. maí 2024 fyrir samskonar beiðni Landsnets og afstaða Byggðarráðs hefur ekki breyst og því lögð til eftirfarandi nær óbreytt afgreiðsla á beiðninni sem svohljóðandi. Fyrirhuguð Holtavörðulína 1 mun liggja undir 4 sveitarfélög. Engin ágreiningur uppi þjóðhagslegt mikilvægi línunnar og mikilvægi hennar til að auka raforkuöryggi í landinu. Fyrir samfélagi í heild sinni því til mikils að vinna ef hægt að auka skilvirkni skipulagsferilsins án þess að það bitni á gæðum skipulagsvinnunnar. Innan sveitarfélaga skipta skoðunar æskilegt línustæði og ekki loku fyrir það skotið að ágreiningur muni vakna milli sveitarfélaga sömuleiðis. Því æskilegt að skapa þessi farvegur til að ávarpa og greiða úr slíkum ágreiningi og tryggja sameiginlegan skilning fulltrúa sveitarfélaga í nefndinni sem fylgja enda stefnu sinna sveitarfélaga og gæti hagsmuna þeirra. Ekki komin reynsla á skipan raflínunefndar. Það von Byggðarráðs að ef til þess kemur muni nefndin vera til þess að styrkja samtal Landsnets, ráðuneytisins, sveitarfélaga og sveitarfélaga sem vega mun fyllilega upp á móti þeim breytta farvegi skipulagsferilsins. Skipan raflínunefndar felur í sér eftirgjöf skipulagsvalds. Þær breytingar sem gerðar hafa verið á raforkulögum síðustu ár hafa rýrt skipulagsvald sveitarfélaga gagnvart kerfisáætlun Landsnets. Skipan raflínunefndar mun að mati Byggðarráðs í framkvæmd hvorki rýra frekar né endurheimta það skipulagsvald sem frá sveitarfélögum hefur verið tekið með áorðnum breytingum á skipulagslögum. Og þetta var samþykkt samhljóða í Byggðarráði og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Ragnhildur, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórn, sveitarstjóri og aðrir áheyrendur. Fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins legg ég fram eftirfarandi bókun. Landsnet hefur farið fram á að skipuð verði raflínunefnd vegna fyrirhugaðra framkvæmda við lagningu Holtavörðuheiðarlínu. Beiðnin byggir á 1. málsgrein 9. greinar A skipulagslaga nr. 123/2010 sem fjallar raflínunefnd. Meginregla skipulagslaga að sveitarfélög hvert á sínu svæði fari með skipulagsvald og sú framkvæmd sem hér ræðir háð framkvæmdaleyfi sveitarfélagsins samanber 13. og 14. grein skipulagslaga og reglugerðar nr. 772/2012 framkvæmdaleyfi. Þrátt fyrir að skipulagsvald sveitarfélaga gagnvart raflínum hafi verið skert, eins og kemur fram í bókum Byggðarráðs, Borgarbyggðar, mun eftir sem áður skipan raflínunefndar leiða til þess að vegið verði að skipulagsvaldi sveitarfélaga og það vald falið nefndinni. Þar að leiðandi undantekningu að ræða frá meginreglunni. Ekki hafa hingað til komið upp ágreiningsmál milli sveitarfélaga fyrirhugaða framkvæmd og hefur sveitarfélagið Borgarbyggð sýnt mikinn vilja til samstarfs. Æskilegt væri að frekari viðræður ættu sér stað milli Landsnets og sveitarfélagana. Áform Landsnets línuleið Holtavörðuheiðarlínu byggir á að leggja yfir mikinn fjölda jarða í Borgarbyggð sem mun hafa áhrif á nýtingarmöguleika þeirra jarða sem línunni ætlað að liggja Á þeim fundum sem haldnir hafa verið af hálfu Landsnets og við lestur þeirra athugasemda sem hafa verið gerðar við matsáætlun Holtavörðuheiðarlínu hafa komið fram töluverður fjöldi athugasemda frá landeigendum. Þessar athugasemdir varpa ljósi á þá miklu vinnu sem eftir hjá Landsneti við að ná meiri sátt og samningum línuleiðina við landeigendur áður en Landsnet getur lagt línuleið Holtavörðuheiðarlínu fyrir sveitarfélagin eða raflínunefndina, ef niðurstaðan verður að nefndin verði skipuð. Það ætti að vera mikilvægasta verkefni Landsnets í tengslum við framgang Holtavörðuheiðarlínu að klára samninga við landeigendur. Skipun raflínunefndar á þessum tíma skiptir litlu máli framgang verkefnisins eins og Í rökstuðningi með beiðni Landsnets hagræði helstu rökin fyrir skipan raflínunefndar. Skipulagsmál krefjast þess að unnið sé faglega og að sem flest sjónarmið séu tekin til skoðunar við þá vinnu. Skipan raflínunefndar má ekki koma í veg fyrir samráð við sveitarfélögin og samfélagið jafn veigamikla framkvæmd og lagning Holtavörðuheiðarlínu mun koma til með að vera.
Það er ekkert sem bendir til þess að aðild að sveitarfélög geti ekki unnið rösklega að málinu ásamt því að vanda vel til verka. Því til viðbótar hefur Borgarbyggð ekki borist formleg beiðni að setja nýja línu á skipulag og þar af leiðandi hún ekki í draugum að nýju aðalskipulagi. Beiðni Landsnets skipun raflínunefndar virðist því fyrst og fremst byggjast á því sjónarmiði Landsnets að það sé mögulegt fyrir Landsnet að stytta sér leið í þeirri vinnu sem liggur ljóst fyrir að verði að klára óháð því hvort raflínunefnd verði skipuð eða ekki. Í ljósi þessa leggjum við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins til að sveitarstjórn Borgarbyggðar leggi fram eftirfarandi bókun sem viðauka við bókun byggðarráðs frá fundi nr. 692. Sveitarstjórn Borgarbyggðar vekur athygli á því að línustæði Holtavörðuheiðarlínu hefur ekki endanlega verið ákveðin í staðfest og ekki lokið við samninga við landeigendur. Auk þess hefur ekki verið til staðar ágreiningur milli sveitarfélaga sem fyrirhuguð lína kemur til með að fara í gegnum, eða milli sveitarfélaga og Landsnets. Af þeim ástæðum telur sveitarstjórn Borgarbyggðar ekki tímabært að skipa í raflínunefnd að svo stöddu. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnhildur. Orðið ennþá laust. Davíð Sigurðsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, sveitarstjórn, aðrir áheyrendur. Ég þakka bara fyrir þessa bókun, Ragnhildur, en bara svo til að það sé upplýst að þá áttum við fund með Landsnet nú bara eftir hádegið í dag og ég hef átt nokkra fundi með nokkrum landeigendum sem að hafa verið svona talið sagt farið sínar ekki mjög sléttar af þessum áformum hingað til og við vorum bara svona að koma þeim ýmsum ábendingum á framfæri við Landsnet og fengum í leiðinni þær upplýsingar hvernig Landsnet hygðist vinna málið í næstu skrefum og þar á dagskrá ef ég skildi það rétt, bara núna á næstu vikum áformaðir einstaklingsfundir með öllum þeir landeigendum sem að línan snertir. Þar sem að markmið þeirra funda að móta samkomulag og samning milli landeiganda og Landsnets. Raflínunefndin, hvort sem að hún verður skipuð eða ekki, þá það í raun og veru eins og uppleggið í þessari bókun sem kemur frá byggðarráði ekki að taka beint afstöðu til þess, enda það ekki ákvörðun sveitarstjórnar Borgarbyggðar hvort raflínunefnd verður skipuð eða ekki. Það ráðuneytisins. Við ítrekum bara það skipulagsvald sem hefur verið tekið af sveitarfélögum með lögum, með þessum breyttu raforkulögum og þessi bókun sem að hér lögð fram hvorki veitir jákvæða né neikvæða umsögn það því að sannleikurinn bara sá að það ekki sveitarfélagsins Borgarbyggðar að ákveða hvort að raflínunefnd eru skipuð eða ekki og við erum ekki að fara að skipa fulltrúa okkar í hana fyrir en að það liggur fyrir. Við komum þeim skilaboðum til Landsnets einnig að við óskuðum eftir því að við verðum upplýst hér í sveitarstjórn það þegar það til stæði að fara í að funda með landeigendum og leyfa okkur að fylgjast með og þau tóku bara mjög vel í það. Fleira var ekki. Takk. Takk fyrir það, Davíð. Og já, það rétt að taka fram að í rauninni komið að svona einu mikilvægasta fasa í þessu öllu saman sem að hingað til hefur í rauninni verið fjallað línuna frá A til B og nú komið að því mikilvæga samtali hjá Landsnet að eiga samtal við hvern og einn landeiganda og það sá fasi samkvæmt þeim vörðum sem vinna eftir komið að núna. Þannig að það bara mikilvægt og gott að það eigi sér stað sem fyrst. En bókun sveitarstjórnarfulltrúa Ragnhildar væntanlega send á og
kemur þar inn undir fyrir hönd fulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Tillagan snýr að því að þessari bókun sé bætt við bókun Byggðaráðs. Já, forseti óskar eftir að gera stutt fundarhlé til þess að skýra afgreiðsluna frekar.
Já, komið sæl aftur. Við erum hér í dagskrárlið númer 6 sem ber heiti beiðni umsögn skipan raflínunefndar vegna Holtavörðuheiðarlínu 1. Og það er sem sagt framkomin tillaga frá Ragnhildi Evu Jónsdóttur að bæta að hnýta við bókun byggðarráðs sem var hér lesin fyrr eftirfarandi svohljóðandi. Sveitarstjórn Borgarbyggðar vekur athygli á því að línustaði Holtavörðuheiðarlínu hefur ekki endanlega verið ákveðið né staðfest og ekki lokið við samninga við landeigendur. Auk þess hefur ekki verið til staðar ágreiningur á milli sveitarfélaga sem fyrirhuguð lína kemur til með að fara í gegnum eða milli sveitarfélaga og Landsnets. Af þeim ástæðum telur Sveitarstjórn Borgarbyggðar ekki tímabært að skipa raflínunefnd að svo stöddu og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja það að hnýta þessari bókun fyrir hönd sveitarstjórnar að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 7. dagskrárlið sem ber heitið Húsnæðisáætlun Borgarbyggðar 2025 með málsnúmerið 24.11.044 og það er afgreiðsla funda byggðarráðs Borgarbyggðar frá fundi nr. 693 og það er lögð fram drög að húsnæðisáætlun Borgarbyggðar 2025. Framlagt og sveitarstjóra falið að vinna áfram og leggja fram til fyrri umræðu í sveitarstjórn og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður þessu hljóðs. Þá bið þá fulltrúa sem staðfesta framlögð drög að húsnæðisáætlun Borgarbyggðar 2025 og samþykkja félag sveitarstjóra að fullvinna áætlunina að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. 8. liður á dagskrá ber heitið Eigendafundur Orkuveitu Reykjavíkur í janúar 2025 með málsnúmeru 24.12.240 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs Borgarbyggðar nr. 693. Framlögð dagskrá og fundagagn vegna Eigendafundar Orkuveitu Reykjavíkur. Framlagt og hefur sveitarstjóra verið falið að mæta á fundinn fyrir hönd Borgarbyggðar. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá legg fyrir eftirfarandi tillögu. Dagskrá og fundagagn lögð fram og staðfesta að sveitarstjóri mæti á fundinn fyrir hönd Borgarbyggðar. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. 9. liður á dagskrá ber heitið Ársfundur Brákar íbúðarfélags HSES 15. janúar 2025 með málsnúmerið 24.12.110 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs Borgarbyggðar nr. 693. Framlagt fundabáða Ársfund Brákar íbúðarfélags HSES sem fer fram 15. janúar 2025. Framlagt og sveitarstjóra falið að mæta á fundinn fyrir hönd Borgarbyggðar. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið og það eins og glöggir heyra og sjá að þá var þessi fundur í gær og við sveitarstjóri voru þar bæði. En forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið, enginn sem kveður þessu hljóðs og þá biði þá fulltrúa sem samþykkja. Framlagt fundabáð Ársfund Brákar íbúðarfélag og staðfesta að sveitarstjóri skuli mæta á fundi fyrir hönd Borgarbyggðar. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 10. dagskrárlið sem ber heitið Tekjumörk vegna afsláttar af fasteignaskatti með málsnúmeru 25.01.021 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs Borgarbyggðar nr. 693 og þar er lögð fram tillaga að tekjumörkum vegna afsláttar fasteignaskatts elli- og örorkulífeyrisþega í Borgarbyggð. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður þessu hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga að tekjumörkum vegna afsláttar fasteignaskatts elli- og örorkulífeyrisþega í Borgarbyggð. Tekjulágir elli- og örorkulífeyrisþegar sem eiga lögheimili í Borgarbyggð eiga rétt á afslætti af fasteignaskatti samkvæmt reglum og ákvörðun sveitarstjórnar hvert ár, samanber heimild í 5. grein laga nr. 4/1995 tekjustofna sveitarfélaga. Hjá hjónum og sambýlisfólki ræður aldur þess sem fyrr verður 67 ára. Afslátturinn er einungis til íbúðarhúsnæði sem viðkomandi býr sjálfur í. Afsláttur ræðst af tekjum undanfarandi árs. Afslátturinn er reiknaður til bráðabirgða við álagningu út frá öllum skattskyldum tekjum einstaklings eða hjóna eða sambúðarfólks. Þar með tekið eigna- og fjármagnstekjum samkvæmt síðasta skattaframtali
en þegar staðfest skattframtal liggur fyrir vegna tekna síðasta árs afsláttur endurskoðaður og leiðréttur. Tekjumörk eru ákveðin af byggðarráði Borgarbyggðar í desember á hverju ári og nú fyrir einstaklinga tekjur á árinu 2024. Með tekjur allt að krónum 5.065.000 veittur 100% afsláttur. Með tekjur á bilinu krónur 5.065.001 til 5.864.000 veittur 75% afsláttur. Með tekjur á bilinu 5.864.001 króna til 6.654.000 veittur 50% afsláttur fyrir hjón. Tekjur á árinu 2024 með tekjur allt að krónur 8.375.000 veittur 100% afsláttur. Með tekjur á bilinu 8.375.001 króna til 9.364.000 veittur 75% afsláttur. Með tekjur á bilinu 9.364.001 króna til 10.464.000 veittur 50% afsláttur. Byggðarráð samþykkir að fyrirkomulag afsláttar af fasteignaskatt elli- og örorkulífeyrisþega í Borgarbyggð verði með óbreyttu hætti en hækkun verði 5,6% frá fyrra ári sem í takt við breytingu á launavísitölu milli ára og hækkun ellilífeyris hjá Tryggingastofnun ríkisins á milli ára. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja þessa tillögu að tekjumörkum vegna afsláttar fasteignis ellis- og örorkulífeyrisþega sem ég las hér á undan að gefa fyrirgefðu. Ég reynda á undan en. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 11. sem ber heitið Sorpútboð 2024 með málsnúmeri 2406-059 og það afgreiðsla frá fundi Byggðarráðs Borgarbyggðar frá fundi númer 692. Framlögð opnunarskýrsla vegna útboðs fyrir úrgangsþjónustu fyrir Borgarbyggð en opnunarfundur fór fram 18. desember 2024. Framlögð opnunarskýrsla og sveitarstjórar farið að láta fara fram mat á tilboðum í samstarfi við ráðgjafa. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun opnunarskýrsla vegna útboðs úrgangsþjónustu fyrir Borgarbyggð dagsettan 18. desember 2024 framlögð og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki og það samþykkt samhljóða. 12. liður á dagskrá ber heitið verðfyrirspurn vegna tjaldsvæða í Borgarnesi og á Varmalandi með málsnúmeri 24.11.093 og það afgreiðsla frá fundi Byggðarráðs Borgarbyggðar frá fundi númer 963. Fyrirgefa að þetta sé ekki innsláttarvilla, þetta sé ekki fundur númer 693. Afgreiðsla frá fundi Byggðarráðs Borgarbyggðar frá fundi númer 693. Rætt fyrirkomulag rekstrar og tjaldstæða í Borgarbyggð en samningur rekstur þeirra eru lausir. Tjaldstæðin í Borgarnesi og Varmalandi eru í eigu sveitarfélagsins. Byggðarráð leggur til að fenginni umsögn umhverfis- og landbúnaðarnefndar að sveitarstjóra verði falið að auglýsa eftir áhugasömum aðilum að taka við rekstri hvors tjaldsvæðis sig. Að mati byggðarráðs vannýtt tækifæri í sveitarfélaginu til að laða að ferðamenn sem kjósa að dvelja á tjaldstæðin til lengri eða skemmri tíma og að tjaldstæðin styðji við aðra ferðaþjónustu á svæðinu. Við val á samningsaðilum verður því horft til þátta á borð við beinar leigutekjur sveitarfélagsins, leigutíma, áform rekstraraðila uppbyggingu, markaðssetningu, sjálfbærni og svo framvegis. Einnig hvernig rekstraraðili sjái fyrir sér að starfsemin styðji ferðaþjónustu í sveitarfélaginu almennt og fjárhagslega forsendur séu til staðar. Byggðarráð óskar eftir því að sveitarstjóri vinni auglýsingu á þeim grunni. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir að auglýst verði eftir áhugasömum aðilum að taka við rekstri tjaldstæðanna í Borgarnesi og á Varmalandi. Við val á samningsaðilum verður horft til þátta á borð við beinar leigutekjur sveitarfélagsins, leigutíma, áform rekstraraðila uppbyggingu, markaðssetningu, sjálfbærni og svo framvegis. Einnig hvernig rekstraraðili sjái fyrir sér að starfsemin styðji ferðaþjónustu í sveitarfélaginu almennt og fjárhagslega forsendur séu til staðar. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki.
og það samþykkt samhljóða. Og bara svona til að fyrirbyggja misskilninga þá ekki verið að gera ráð fyrir að áhugasamir sé að bjóða í bæði tjaldstæðin, heldur þetta sé sitt hvort verkefnið. En þá erum við komin að 13. dagskrárlið hér í dag ber heiti reglur á fjölskyldusviði með málsnúmeri 2405-290 og það afgreiðsla frá fundi velferðarnefndar frá fundi nr. 155. KPMG hefur unnið að breytingum á regluverki í velferðarþjónustu Borgarbyggðar og lagðar eru fram reglur fjárhagsaðstoð, reglur sérstakan húsnæðisstuðning og reglur félagslegt leiguhúsnæði. Einnig eru lagðar fram nýjar reglur snúa akstursþjónustu fyrir bæði aldraða og fatlaða. Og KPMG hefur unnið að breytingum á regluverki í velferðarþjónustu Borgarbyggðar. Lagðar eru fram reglur fjárhagsaðstoð, reglur sérstakan húsnæðisstuðning og reglur félagslegt leiguhúsnæði. Einnig eru lagðar fram nýjar reglur snúa að akstursþjónustu fyrir bæði aldraða og fatlaða. Velferðarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja uppfærðar reglur. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið og muni svo í framhaldinu bera hverja reglu upp til staðfestingar. Og forseti gefur orðið laust. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá byrjum við á því að þeir fulltrúar sem að staðfesta reglur fjárhagsaðstoð að gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Þeir fulltrúar sem staðfesta reglur sérstakan húsnæðisstuðning gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Ég bið þá fulltrúar sem staðfesta reglur félagslegt leiguhúsnæði að gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Og ég bið þá fulltrúar sem staðfesta reglur akstursþjónustu fatlaðs fólks að gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Og að lokum bið ég þá fulltrúar sem staðfesta reglur akstursþjónustu fyrir aldraða að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Áður en við förum í næsta dagskrárlið sem númer 14, þá óskar forseti eftir að gera fundarhlé.
Já, afsakið þetta en við höldum áfram með fundinu og erum komin að dagskrárlið númer 14 sem ber heiti Íþróttasvæði Borgarnesi, deiliskipulag með málsnúmeru 2311-071 og það er afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar númer 69. Þar segir í bókun: skipulags- og byggingarnefnd sem fer með fullnaðarafgreiðsluvald sveitarstjórnar samkvæmt samþykktum stjórn Borgarbyggðar samþykki framlaga tillögu með þeim fyrirvara að sveitarstjórn samþykki aðalskipulagsbreytingu sem gerð er samhliða samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010 með þeim breytingum sem gerðar voru með tilliti til umsagna og athugasemda sem bárust á kynningartíma en breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallaratriðum. Skipulags- og byggingarnefnd felur skipulagsfulltrúa að svara framkomnum athugasemdum umsagnaraðila og þetta var samþykkt samhljóða. Lagt fyrir sveitarstjórn samanber 6. grein viðauka 1.1 samþykktar stjórn Borgarbyggðar 12.13/2020 með sömu breytingum. Lagt fram bréf Skipulagsstofnunar dagsettan 13. desember 2024 og svör við athugasemdum stofnunarinnar ásamt uppfærðum gögnum og uppdrátt er dagsettur 3.10.2024. 15.1.2025 og greinargerð dagsetta október 2024, lagfært í desember 2024 og í janúar 2025. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sig hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga að bókun. Í samræmi við 41. og 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010 samþykkir sveitarstjórn framlagt deiliskipulag með þeim breytingum sem gerðar hafa verið á auglýstri deiliskipulagstillögu með tilliti til umsagna og athugasemda sem bárust á kynningartíma og athugasemda Skipulagsstofnunar. Umræddar breytingar breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallaratriðum og skal því samþykkt deiliskipulagsins auglýst í B-deild Stjórnartíðinda í samræmi við loka málslið 1. málsgreinar 42. greinar skipulagslaga. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 15. dagskrárlið hér í dag sem ber heiti tilboð í landskika að Búrfelli með málsnúmeru 2203/134 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 692. Þar segir í bókun: lagt er fyrir byggðarráð að taka afstöðu til tilboð sem barst sveitarfélaginu vorið 2022. Það er óheppilegt að það hafi ekki verið full afgreitt þá þegar. Byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að fallið verði frá þeirri fyrirætlan að selja 50% hlut Borgarbyggðar í landinu Búrfelli. Að mati byggðarráðs mæla ýmis formsatriði gegn sölu að svo komnu máli, svo sem fyrirkomulag eignarhalds, endurnýja þurfti verðmat og uppmælingu. Framundan er að leggja heildstætt mat á eignir Borgarbyggðar meðal annars til þess að móta afstöðu hvaða eignir megi setja á sölu. Og þetta var samþykkt samhljóða í byggðarráði og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sig hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn fellir frá sölu á 50% hlut Borgarbyggðar í landinu Búrfelli, fjalllendi, landnúmer 196014 og fastanúmer eignarhluta 233/4680 og ég bið það fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 16. lið hér á dagskránni í dag sem ber heiti kosningar í ráð og nefndir 2022-2026 með málsnúmeru 2205/140 en Hafdís Lára Halldórsdóttir hefur beðist lausnar sem varamaður fyrir Framsóknarflokkinn í sveitarstjórn. Næsti fulltrúinn sem varamaður í sveitarstjórn er Sonja Lind Eyglóadóttir Estrager samkvæmt uppröðun á framboðslista Framsóknarflokksins, B-lista. Forseti gefur orðið laust. Það er enginn sem kveður sig hljóðs og það liggur eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn veitir Hafdísi Láru Halldórsdóttur laust frá störfum sínum sem varamaður í sveitarstjórn og þakkar henni fyrir góð störf í þágu sveitarfélagsins. Sveitarstjórn staðfestir að næsti fulltrúi sem kemur inn sem varamaður í sveitarstjórn samkvæmt uppröðun á framboðslista Framsóknarflokksins, B-lista, sé Sonja Lind Eyglóadóttir Estrager og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 17. dagskrárlið sem ber heitið Borgarbraut 55, breyting á deiliskipulagi með málsnúmer 2408/235
og það er afgreiðsla frá fundi afgreiðsla 47. afgreiðslufundar skipulagsfulltrúa. Skipulagsfulltrúi sem fer með fullnaðarafgreiðsluvald sveitarstjórnar samkvæmt samþykktu stjórn borgarbyggðar samþykki framlaga breytingu á deiliskipulagi samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Breyting á deiliskipulagi fyrir borgarbraut 55, 57 og 59 er á við borgarbraut 55, hefur verið auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Kynningatími var frá 16. október 2024 til 27. nóvember 2024 og óskað eftir umsögnum lögbundinna umsagnaraðila. Engar athugasemdir bárust frá hagsmunaaðilum á kynningatíma. Lagður er fram uppdráttur og greinargerð dagsettur 28.8.2024, breyttur 2.12.2024. Lagt fyrir sveitarstjórn samanber 6. grein viðauka 1.1 samþykktar stjórn borgarbygðar nr. 1213 frá 2024 með sömu breytingum. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið og það er enginn sem kveður sér hljóðs og liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun í samræmi með 41. og 42. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Samþykkir sveitarstjórn framlagt deiliskipulag með breytingu sem gerðar hafa verið á auglýstri deiliskipulagstillögu með tilliti til umsagna og athugasemda sem bárust á kynningatíma. Umræddar breytingar breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallaratriðum og skal því samþykkt deiliskipulagsins auglýst í B-deild Stjórnartíðinda í samræmi við loka málslið 1. málsgreinar 42. greinar skipulagslaga. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá eru við búin að taka fyrir þá dagskrárlið sem þarfnast staðfestingar og afgreiðslu sveitarstjórnar og erum komin að 18. dagskrárlið sem er fundargerð vatnsveitu og hraunhrepps frá fundi 9. desember 2024 og forseti gefur orðið laust. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst sú fundargerð framlögð. 19. dagskrárliður í dag er fundargerð frá fundi Byggðarráðs borgarbyggðar frá fundi nr. 692 og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst sú fundargerð framlögð. 20. dagskrárliður er fundargerð frá fundi Byggðarráðs borgarbyggðar frá fundi nr. 693 og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst sú fundargerð framlögð. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 21 sem er fundargerð frá fundi Byggðarráðs borgarbyggðar nr. 694 og forseti gefur orðið laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst sú fundargerð framlögð. 22. liður á dagskrá er fundargerð fræðslunefndar borgarbyggðar frá fundi nr. 239 og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst hún framlögð. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 23 sem er fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar frá fundi nr. 73 og forseti vill biðja formann nefndarinnar Sigrúnu Ólafsdóttur að koma hér upp og fara yfir fundargerðina. Gjörðu svo vel, Sigrún. Forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Þá vindum við okkur í að fara hérna yfir fundargerð frá 73. fundi umhverfis- og landbúnaðarnefndar og þar var fyrsta mál á dagskrá snjómokstur í dreifbýli, útboð, en nú þessar mundir er verið að vinna að útboði á snjómokstur í dreifbýli og eru starfsmenn og nefndarmenn búnir að fara yfir þau mál og málefni sem þar þarf að taka tillit til og það er svona langt komið, við náðum ekki alveg að klára sem sagt að safna öllum þeim gögnum sem við vildum fyrir síðasta fund og þar vorum við líka að velta vöngum yfir því að við náttúrulega viljum gera þetta vel en uppkomið svona ákveðnar vangaveltur og það var nú helst til varðandi þessi gögn að samræma svona tímabil á
þessum samningum og annað slíkt. En svona nefndin var afskaplega sammála það að markmiði með því að ná góðum samningum í þessum málaflokki væri það að reyna að gera þetta sjálfsögðu á sem hagkvæmasta máta og allt það, en að líta til þess að nú bara komið árið 2025 og við viljum hafa bara þjónustu góða og sem allra flestum í liðum. Og við ræddum það heilmikið hvað góður samningur hefði til að bera þegar afurðin kæmi nú út frá þessum útboðsgögnum og því öllu saman. Og við vorum að rýna sérstaklega í það og stefnum að því að bara klára og geta sett þetta allt saman á stað á næsta fundi. Nú, snjómokstursreglur í dreifbýli, að þær voru liður númer 2 og þetta var nú eiginlega þannig að við skeyttum þessum nokkurn veginn saman því að þetta var bara svona málefni sem við ræddum fram og tilbaka, bæði varðandi útboðsgögnin og reglurnar. Og það er eins með það að það verður svona alveg endapunkturinn settur á næsta fundi. Nú, eins og kom fram áðan að þá er liður númer 3 hjá okkur. Það varðar verðfyrirspurn vegna tjaldstæða í Borgarnesi og Varmalandi og þar var niðurstaða nefndarinnar eftir umræður og vangaveltur að taka undir það sem fram hefur komið hjá byggðarráði og að þetta væri mörg sóknarfæri hvað þessi mál varðar, aukin ferðaþjónusta og annað slíkt sem væri í raun og veru þannig til þess fallið að hugsanlega sæi einhverjir kost á því að samnýta einhverja aðra þjónustu sem þeir eru með eða bara leggja kraftinn í verkefni hvert fyrir sig. En við allavega tókum undir það sem að byggðarráð hafði rætt þarna. Númer 4 á dagskrá nefndarinnar voru lögð fyrir drög að nýrri gæludýrasamþykkt fyrir Vesturland og Kjósarhrepp. Og þetta var búið að vera í umfjöllun inn í heilbrigðisnefnd og mestmegnis í þessu voru svona uppfærslur á lögum og reglum og þess háttar. Það voru nokkur atriði sem komu athugasemdir frá nefndarmönnum sem að starfsmanni nefndarinnar var bara falið að koma þeim athugasemdum til heilbrigðiseftirlits Vesturlands. Og svona í framhald af því að þá tækjum við þetta fyrir aftur á næsta fundi. Nú 5. mál á dagskrá var sorphirðudagatölin en þau voru nú komin til birtingar svona óstaðfest áður en við tókum þetta fyrir á fundinum en það var allt saman unnið í samstarfi við þann þjónustu aðila sem að við erum með samning til 1. maí og þetta var allt saman staðfest og í góðu lagi. Nú 7. liður var umsókn bæjarskilti og þar er komin ákveðin rammi þau mál og þetta var allt saman innan þeirra marka þannig að það var samþykkt. Nú númer 7 að þar var liður jarðskjálftavirkni við Grjótárvatn og það var eins að þar hafði byggðarráð rætt þessi málefni og svona stöðu þeirra mála. Og það var samdóma álit umhverfis- og landbúnaðarnefndar að taka bara undir þessa bókun byggðarráðs og ítreka bara mikilvægi þess að fjarskipti og innviðir séu í lagi. Og eins og kom fram í máli sveitarstjóra hér áðan að þá hafa verið fundir en við áttum góðan fund með Mílu fjarskiptafyrirtæki og fulltrúa frá Veðurstofunni. Og það var gagnlegur og góður fundur og ég sá ekki betur en að það væri byrjað svona vera aðeins árangur þar úr að þeir eru svona farnir að vega og meta núna þá staði sem þeir huga að fara að auka vöktun á og þeir eru nokkrir hér innan okkar sveitarfélags þannig að við sjáum allavega ekki annað en að það séu allir svona komnir á tærnar þó við vonum að sjálfsögðu að það gjósi ekki fyrir næstu 200 ára eða eitthvað þaðan að meira. En svona það er allavega gott að vera búin að undirbúa vel það sem hægt að undirbúa og fólk svona hugsi til þessara atriða sem skipta miklu máli varðandi innviði. Og varðandi fjarskiptamálin sem hafa nú oft verið til umræðu og sérstaklega
á þessum slóðum þarna upp í Hítardal, þar sem náttúrulega eru að sjálfsögðu lögbýli og mikill ferðamannastraumur og veiðimenn á ferð og göngufólk og allt það, að við vonum að við getum verið það bjartsýn að það fara að sjást fyrir endan á því að það verði farið í einhverjar aðgerðir sem að munu bæta úr því mjög fljótlega. Fleira var ekki tekið fyrir á umhverfis- og landbúnaðarfundi þegar síðasta, þannig ég þakka fyrir. Takk fyrir þessa yfirferð, Sigrún Ólafsdóttir, og forseti gefur orðið laust fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar. Það er enginn sem kveður svo hljóðs og þá telst sú fundargerð framlögð. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 23 á fundinum í dag og það er fundargerð skipulags- og byggingarnefndar Borgarbyggðar frá fundi númer 72 og ég bið að Davíð Sigurðsson formann nefndarinnar að koma hér upp og fara yfir fundargerðina. Gjörðu svo vel, Davíð. Fyrirgefðu. Já, fyrirgefðu. Það er rétt. Tæknimaðurinn Knái, hann lætur ekki á sig standa hér að bregðast við og fylgjast og ritskoða, en þetta er vissulega dagskrárliður númer 24 sem er fundargerð skipulags- og byggingarnefndar. Gjörðu svo vel, Davíð. Já, takk fyrir það, forseti, sveitarstjórn og aðrir áherendur. Ég ætla að renna hér örstutt yfir fundargerð skipulags- og byggingarnefndar sem var í 9 dagskrárliðum. Fyrsta liðin á dagskrá vorum við með til umfjöllunar hér fyrir í dag. Það var umsögnum matsáætlun fyrir vindorkugarð á Hælsheiði. Nú annar dagskrárliður var fyrirspurn skipulagsmál, en þar kom fram fyrirspurn fyrir hönd landeiganda að Seleyrarlandi, þar sem hann hafði hug á að breyta landbúnaðarlandi í frístundabyggð. Nefndin taldi að meðfylgjandi gögn með þessu máli væri ekki fullnægjandi til að taka afstöðu til málsins og fól skipulagsfulltrúa að leiðbeina málsaðila varðandi mögulega breytingu á landnotkun svæðisins. Þriðji dagskrárliður, það er Birkilundur 3 í Húsafelli, það var umsókn byggingaráform og byggingarleyfi. Skipulags- og byggingarnefndin, hún svona synjaði þessu erindi þar sem með vísun í skipulagsreglugerð þar sem fram kemur að ekki megi byggja nær lóðamörkum en 10 metra og benti einnig á að í vinnslu væri deiliskipulag fyrir svæðið í heild sinni en ekki deiliskipulag var á svæðinu fyrir. Þar af leiðandi fannst okkur ekki ástæða til að heimila þetta fyrir að það væri komið á hreint. Nú fjórði liður, þar var umsókn stofnun lóða í Deildartungu 2 og þar var óskað eftir því að stofna nýja lóð á spildu úr landi Deildartungu 2 en engin mannvirki er á lóðinni nú þegar. En einnig var óskað eftir að lóðin yrði skilgreind sem tekin úr landbúnaðarnotkun og skilgreind sem verslun og þjónusta. Nú skipulags- og byggingarnefnd tók jákvætt í erindið en óskaði jafnframt eftir því að landeigandi skilaði inn mati ráðunautar þar sem landi flokkast sem mjög gott ræktarland í aðalskipulagi áður en hún tæki afstöðu til breyttrar landnotkunar en gaf jákvæða umsögnum að lóðirnar yrðu stofnaðar samt sem áður. Fimmti dagskrárliður, það var jafnframt síðasti afgreiðsluliður fundarins, það var Álfabrekka 11 sameinaðar landeignir, þetta er í landi Ytri Skeljabrekku og það tekur til uppskiptingar á lóð 11 í Álfabrekku þar sem að lóðinni er skipt upp í lóðir 5, 6, 7, 9 og 11 en breytingin er í samræmi við þegar stofnaðar lóðir á svæðinu og ekki í ósamræmi við þá byggð sem fyrir er til dæmis hvað varðar notkun, nýtingarhlutfall, útlit og form svæðis. Nú þetta var bara samþykkt. Svo voru lagðar fram 3 fundargerðir afgreiðslufunda skipulagsfulltrúa og ein afgreiðslufundargerð byggingarfulltrúa. Fleira var ekki gert. Takk. Takk fyrir þessa yfirferð, Davíð Sigurðsson. Forseti gefur orðið laust þessa fundargerð skipulags- og byggingarnefndar. Það er enginn sem kveður svo hljóðs og þá telst sú fundargerð framlögð. Þá erum við komin að dagskrárlið, forseti ætlar að biðja varaforseta að taka við
fundarstjórninni. Já. Þá komið að lið númer 25 og það fundur velferðarnefndar númer 156 og ég vil þá biðja formann nefndarinnar Guðveigu Eyglóardóttur að koma hérna og kynna fundargerðina. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Það fundargerð frá fundi velferðarnefndar frá fundi númer 156. Fyrsti liður á dagskrá var farið yfir trúnaðarbók. Það umsóknir fjárhagsaðstoð sem eru ekki birtar. Mig langar samt að taka það fram bara svona til upplýsinga að ég man ekki hvort ég hefði gert það hér áður að þær verklagsbreytingar voru gerðar inn í velferðarnefndinni að engar umsóknir koma fyrir nefndina undir nafni. Bara svo allir séu upplýstir það. Þannig að annar dagskrárliður þar var farið yfir reglur fjárhagsaðstoð sem við erum ávallt að rýna í. Þriðji dagskrárliður var fjallað verkefni Gott að eldast en við höfum talað það hér áður. Þetta verkefni sem í rauninni ennþá verið að vinna að mótun að. Það sem sagt samstarf Borgarbyggðar, Brákarhlíðar og HVE heilsugæslunnar og við ræddum á fundinum hjá velferðarnefnd í rauninni hvert framlag Borgarbyggðar gæti verið inn í þetta verkefni svona þegar við miðum þetta út frá svona fjárhagslega grunni miðað við það fjármagn sem hefur verið sett í þennan málaflokk sem tengist þessu verkefni og í rauninni var þetta svona bara til umræðu og þetta í rauninni til þess að hægt sé að svona hefja ákveðna vinnu við að halda áfram að móta verkefni og með hvaða hætti það geti þróast. Þannig að vonandi við vitum að þetta svona þess slags verkefni sem þarf góðan tíma undirbúning og en vonandi sjáum við að koma til síðar á þessu ári. Síðasti dagskrárliðurinn sem við ræddum var skammtímadvöl fyrir fötluð börn og ungmenni á Vesturlandi en stjórnendur í félags- og velferðarþjónustu á Vesturlandi hafa hist núna reglulega og í rauninni komið með svona reglulega teymisfundi og eitt af því sem hefur rætt í þessum hópi fýsileiki þess að skoða hvort að við hér á Vesturlandi gætum sett á fót laggirnar svokallað skammtímadvöl fyrir fötluð börn og ungmenni en eins og staðan núna þá eru einkaaðilar sem að bjóða upp á slíka dvöl og við erum í rauninni bara stödd á þeim stað að það bara áhugi fyrir því að skoða fýsileikann á þessu og við munum gera þetta í samstarfi við hin sveitarfélagin á Vesturlandi og væntanlega undir hatt SSVAF og vonandi höfum við einhverjar fréttir frekar að færa því síðar. En fleira var ekki gert á þessum fundi velferðarnefndar. Takk fyrir. Ég vil þá gefa orði laust þessa fundargerð ef einhver vill kveða sér hljóðs. Svo ekki og þá telst hún fram lögð og ég vil beða forseta að taka aftur við fundarstjórn. Takk fyrir það, Eva Margrét. Þessi fundargerð velferðarnefndar var síðasti dagskrárliðurinn á þessum sveitarstjórnarfundi hér í dag. Ég vil þakka sveitarstjórn fyrir góðar umræður, starfsmönnum fyrir undirbúning fundarins og tæknimanninum okkar Knáa Eiríki fyrir sitt hlutverk og segi fund hér með slitið. Takk fyrir.